Það bara nýbúið að opna fyrir umsóknir í klínískt meistaranám í geðhjúkrun sem samstarfsverkefni milli Landspítala, Sjúkrahússins á Akureyri, Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri og svo núna að koma inn heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins og það eru 15 pláss í boði. Munurinn á þessu námi á móti öðru geðhjúkrunar meistaranámi áður þessi klíníski fókus. Við fórum í 80% námsstöðu fyrsta árið, þannig að við fengum í rauninni tækifæri til að vera að vinna við að læra. Og inn í því þá bæði bóklega námið og allt klíníska námið sem við tókum. Ég bara ótrúlega ánægð með þessa ákvörðun mína að fara í námið. Það var auðvitað lykilatriði að geta gengið inn í námsstöðu sem var 80% en þurfi ekki að gera þetta svona meðfram eða taka mig frí eða eitthvað svoleiðis, sko. Þannig að fyrir mig þá var það mjög stórt atriði. Tengslanetið sem við mynduðum er ótrúlega mikilvægt líka. Hérna á spítalanum þá fór námið fram bæði í rauninni í formi fyrirlestra og síðan vorum við á starfsstöðum og við fórum bara vítt og breytt geðsviðið. Þetta kemur í rauninni ofanfrá. Þetta stjórnvaldsaðgerð til þess að efla geðhjúkrun og hefði ekki verið mögulegt nema með alveg ofboðslegum stuðningi bæði stjórnvalda, heilbrigðisráðuneytis. Þetta auðvitað í fyrsta sinn sem að háskólarnir fara í svona samstarf og sjúkrahúsin. Við erum að í rauninni framleiða sérfræðinga, munu leiða þróun bæði fyrir fagfólkið okkar, hjúkrunarfræðingarna sjálfa og líka auðvitað fyrir þjónustuþegana. Það sem var bætt inn í þessar klínísku leið þá geðhjúkrun 1 og 2, þar sem var rosalega mikil áhersla á samtalsmeðferðir í rauninni bæði fyrir einstaklinga og hópa. Síðan var farið yfir líka mjög mikið geðrænt mat og greining, þar sem við fórum yfir öll matsatriði yfir alla geðsjúkdóma. Við fórum líka rosalega vel yfir geðlyfjafræðina, sérhæfð fjölskylduhjúkrun, til þess að við getum veitt betri fjölskyldu í rauninni stuðning til allra bæði foreldra, aðstandenda og barna þjónustuþegana okkar. Og svo auðvitað algjört lykilatriði þarna að við höfum sterka leiðtoga með sterka menntun á baki sér til þess að halda áfram að efla þjónustuna, halda áfram að nota og þróa gagnreyndar meðferðir, birta rannsóknir og svo framvegis.